Já, for if we save the world, the sea, we save our world. Það mjög falleg loka orð í þessari mynd og við erum einmitt að fara í panel sem tengist þessu máli og ber heiti lífríki hafsins og vernd hafsvæða. Einhvers staðar verðum við að byrja og kannski það bara með þessu samtali. Ég ætla eftir smástund að afhenda stjórnina yfir til Ingibjargar Þórðardóttur sem mun stýra panelnum. Og mér langar að segja ykkur aðeins frá henni Ingibjörgu því hún búið að búa svo lengi erlendis að hún hefur farið fram hjá mörgum hér heima. Hún hefur á undanförnum árum starfað við verkefni sem tengjast hafvernd á ýmsum sviðum og nú sem Chief Catalyst Officer hjá Kanaloa stýrir hún bæði fjárfestingum og umfangsmiklum góðgerðamálum sem tengjast heilbrigði hafsins. Hún einnig reyndur fjölmiðlastjórnandi og verðlaunaður ritstjóri síðast á CNN þar sem hún starfaði sem Executive Editor hjá CNN Digital Worldwide og bar ábyrgð þar á alþjóðlegum frétta, íþrótta og dagskrárflutningi utan Bandaríkjanna. Áður starfaði hún einnig sem yfirritstjóri hjá BBC og þar sem var eitt af hennar hlutverkum að stýra BBC News. Þannig að hún hefur ýmsa fjöruna sopið hún Ingibjörg. Ég ætla líka að kynna fyrir ykkur hver verður hér í fyrsta panelum okkar því það engin smá panel og þarna verður spennan gífurleg, skal ég segja ykkur. Við erum með hvorki meira nýja minna en 5 stykki doktora sem ætla að koma einn upp. Ég er bara með miklar áhyggjur því að koma ykkur fyrir hennar panel því þá bara dettur fjöldi doktora á Íslandi niður 40% eða eitthvað. Fyrstur sem ég segi ykkur frá glæsilegi herramaðurinn í köflótta jakkanum sem kemur til smá stund, takið eftir hvað hann klæðir sig óaðfinnalega. Þetta Chris McGowan, hann sjávarlíffræðingur og helsti hafvísindamaður Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Bakgrunnur hans snýr að vistfræði hafsins en hann sérfræðingur í stefnumótun og stjórnun hafsins og hefur yfir 15 ára reynslu af haftengdum verkefnum, tengdum stefnumótun, nærsamfélögum og fræðslu. Þetta doktor númer 1. Doktor númer 2 Sian Pryor. Hún sjávarlíffræðingur og hefur starfað fyrir og veitt ráðgjöf til fjölda umhverfisverndar og hafverndarhópa, meðal annars Clean Arctic Alliance, The Antarctic og Southern Ocean Coalition. Svo höfum við okkar þriðja doktor hér í dag og það Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir. Hún forstöðumaður rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Rannsóknir Guðbjörgar Ástu beinast einna helst að því hvernig álag vegna umhverfisbreytinga og nýtingar móta vistfræði og fjölbreytni sjávarfiska. Næsti doktor ekki líffræðidoktor, heldur sagnfræðidoktor, gaman að segja frá því. Hún Hrefna Karlsdóttir og kemur frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Hún hefur starfað við sjávarútveginum langt skeið, fyrst hjá hinu opinbera, atvinnuvegaráðuneytinu og Fiskistofu, en undanfarin ár hjá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi að málum sem snúa meðal annars að stjórn fiskveiða innanlands, fiskveiði samningum Íslands við önnur ríki og svæðisbundnum fiskveiði stjórnunar stofnunum. Nú, síðast en ekki síst það doktor Freydís Vigfúsdóttir. Hún sérfræðingur í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu sem ég í dag mun kalla einfaldlega umhverfisráðuneytið og umhverfisráðherra en ekki öllum þessum nöfnum. Freydís doktor í líffræði með sérþekkingu á vistfræði sjávar. Hún aðal samningamaður og tengiliður við samning Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni sem oft kallaður CBD. Og af því að við erum með svona mikið af sérfræðingum sem koma yfir hafið til okkar hingað á eyjuna, þá mun Ingibjörg spyrja þau á ensku til að spara tíma. Af því við höfum einungis einhverjar 45-50 mínútur í þennan panel og þetta mikið af fólki og við viljum ná sem mestu út úr þessu. Þannig að munum að samtalið getur svo haldið áfram í vinnustofunum. Þannig endilega punktið hjá ykkur allt sem ykkur dettur í hug sem hægt að halda síðan áfram með inn í vinnustofunar á eftir. En ég ætla ekki að hafa það lengra heldur ætla að kynna Ingibjörgu hér á sviðið og please all the panelists come here to the stage. Allir mínir doktorar á svið á stundinni. Takk. Ég sitter út á enda. Flott. Ég skal sitja þarna. Þú þessum enda, já. Stólaleikur. Og sé ég hvernig á hættan. Góðan daginn. Gaman að vera með ykkur og það alls ekkert erfitt að vera
eini non-doktorinn hérna á þessu sviði, en sem betur fer ég ekki sérfræðingurinn hérna, þannig að það hjálpar til. En við ætlum að ræða margt skemmtilegt hérna í dag. Ég meina, við vitum að það eru mikla breytingar í hafinu og það gerist náttúrulega líka í kringum Ísland, bæði súrnun, hækkandi hitastig og áhrif þess á vistkerfin. Og í kringum Ísland alveg gríðarleg fjölbreytni í vistkerfum. Þetta ekki, við tölum mikið um fiskinn, en það ýmislegt annað sem hérna við Íslandsstrendur sem við kannski erum ekki einblína á eins mikið. Þannig Freydís, mér langar kannski bara að byrja á þér og biðja að segja okkur aðeins meira frá hvaða vistkerfi eru mikilvæg í hafinu og hvernig erum við að vernda þau í dag? Já, takk fyrir þessa litlu spurningu. Ég skal gera mitt besta. Við fengum frábæra fyrirlestur í gær frá Thomas Halliday sem hann sagði okkur frá svona fornlífsögulegum aðstæðum sem bjóð til umhverfi hafsins og meðal annars við Ísland og sagði okkur frá því að við erum hérna eyja, ótrúlega stór eyja með við það að við erum eyja ofan á þessum neðansjávarhrygg sem teygir sig hérna norður í Atlantshafi norður-suður. En við erum líka með annar hrygg sem teygir sig frá Grænlandi yfir gegnum Ísland til Færeyja yfir til Skotlands. Nú þetta umhverfi sem skapar ólífræna umhverfi kringum Ísland einn af drifkröftunum við það hvaða umhverfi og vistkerfi við höfum í hafinu við Íslands. Svo náttúrulega öll þessi virka jarðfræði og virkni í sjávarbotninum. Nú ofan á það þá erum við með ótrúlegt vistkerfi og haffræði í kringum landið. Við erum með kalda strauma sem koma úr pólsjónum norður frá, sem mæta Atlantssjónum suður frá og hér verður einhver rosalegu rússibani af streymi næringarefna úr djúpum hafsins upp í yfirborð hafsins og þessi ólífrænu þættir í umhverfi hafsins við Íslands gera það að verkum að hér hýsum við ofboðslega mikinn bíómassa og ofboðslega lífvirkt vistkerfi. Þannig að við erum bæði með djúpsjávarfjöll, við erum með þessa hverastrýtur sem kannski þekktastar í Eyjafirði því það eru grunnar og hægt að kafa niður á þær sem ótrúlegt, en slíkar hver og neðansjávarfjöll og hverastrýtur niður á djúphafinu eigum við sömuleiðis og allt þetta saman býr til ótrúlega vistkerfi sem mjög sérstæð á heimsvísu og þetta erum við með allt hér á Íslandi. Nú öll þetta ólífræna samspil sem ýtir upp sér lífvirkni við Íslandshaf gerir það að verkum að hér hýsum við risastóra stofna að bæði fiskum sem við þekkjum hvað flest úr okkar sjávarútvegi og grunnurinn okkar lífi hér, en sömuleiðis ýmsar aðrar lífverur. Við til dæmis erum með yfir 10 milljón einstaklinga af sjófuglum á Íslandi. 70% af öllum álkum heims verpa á Íslandi. Eitt stærsta fuglabjarg Evrópu á Íslandi. 60% af öllum lundum, við getum talið áfram. Við erum með 23 tegundir hvala á Íslandi. Þetta eru þúsundir einstaklingar sem hingað koma. Margar af þessum lífverum eru farlífverur. Og það fara í sínu árlega fari frá vetrarstöðum á sumarstöðar og þar kom til Íslands af einni ástæðu. Því hér eru vistkerfin svo lífverk og hér ótrúlega mikið af æti í sjónum fyrir þessa einstaklinga. Þannig að til að taka þetta saman að þá Ísland að mörgu leyti mjög sérstætt. Við erum með sérstætt vistkerfi á hafsbotni. En við erum með þessa miklu lífvirkni sem drifin af þessum ólífrænu þáttum sem eru bæði hafstraumarnir og jarðfræðin okkar. Og við hýsum þessa stóru stofna og fyrir margar tegundir heimsins stærstu hlutfall af þessum tegundum hér á Íslandi. Og þetta bara svona ákveðin áskorun fyrir okkur. Þetta náttúrulega ótrúlega merkilegt og ég í mínu vísindastörfum í þá tíð hef verið að vinna með sæskjaldbökur í Costa Rica og kóralla í Karabíska hafinu en þessi mín svona ferðalög allan heim mismunandi
kynast mismunandi vistkerfum, hafa sýnt mér og kent mér að meta það sem við eigum líka hér heima, sem mjög merkilegt og mikilvægt vistkerfi. Og hvernig erum við að vernda þessi vistkerfi akkurat núna? Já, frábær spurning. Við höfum gert mjög vel í ýmsu. Það er náttúrulega alveg þekkt, fiskveiðistjórnarkerfið okkar er heimstækt. Ég kem sjálf úr sjómannsfjölskyldu, pabbi og skipstjóri árum áður, þannig ég þekki það á mínu eigin fjölskyldu, mínu eigin samfélagi, hvað það er mikilvægt að vera með gott fiskveiðistjórnarkerfi og við sjáum það í öllum okkar rannsóknum og hvað sem er og lífvísindum, félagsvísindum og stýringu auðlinda, að þetta er það sem við þurfum til þess að lifa sem samfélag á eyju eins og við búum hjá okkur. Við þurfum það. En eins og við heyrðum í ræðu Jóhanns Páls í gær, fiskveiðistjórnun og góð fiskveiðistjórnun, það er ekki nóg. Við þurfum líka, eins og skilaboðin í myndinni klippina áðan, við þurfum líka að huga öðrum vistkerfum. Vegna þess að vistkerfi, það er samspil ólífrænna þátta, lífrænna þátta, alls fæðukerfisins í hafinu og það er það sem tengist þeim, eins og Halla Tómas sagði í gær, forseti vor, þeim gjöfum sem náttúran gefur okkur. Og við þurfum að passa upp á alla þessa mismunandi þætti í lífkerfinu til þess að njóta þessara gjafa og til þess að vera sjálfbær sem þýðir að þjóna þörfum núverandi kynslóða okkur en líka kynslóðana sem ekki eru komnar eða barnanna okkar. And I'm going to switch to English now because I'm going to go to the impeccably dressed Chris, who's also the brave only man on the panel, I just noticed. So, but I mean, picking up from where Freydís left off, about, that this need for thinking about the generations that come after us, stopping the short-term sort of thinking when it comes to protection. And how important do you think it is to really be thinking, not in 2 or 3 years or even less, but actually in 20, 30, or even 100 years when we start looking at ocean protection? Thank you, and first of all, thank you for the invitation. It's an honor to be here. It's rare that a white Englishman turns up invited to tell people and speak to people, so I'm hoping to learn and have a discussion with you all. I think sometimes the short versus long term is a polarization. I think we have a habit of polarizing this or that, but there certainly are considerations that need to be made when you're undertaking conservation, protection, sustainable use. There was a clip in the film we just saw which said "taking a future out of the sea," which I thought was a really powerful voice from the community in Arran. And this is what we see. If short-term thinking dominates, then the future generations suffer. And I'm not here to say that there isn't a cost of living crisis, that people need food and need jobs. I'm from a small fishing community in Cornwall. 8 of my first cousins are fishermen full-time, that's their jobs. And I know firsthand when I speak to them, they laugh at me and they tell me that I'm, living in a dream world and they're trying to put food on the table. But there is evidence. There's evidence to show that if we reduce the pressure upon the ocean, not completely stop the pressure, but reduce the pressure, maybe we don't fish or operate at complete maximum. Maybe we drop it down by 10% or 20% for a short term, then the benefits will actually be longer in the long term. In addition, it provides resilience and stability. We're facing uncertain times with the AMOC shifting, with climate change, with acidification. The future that we're moving into is uncertain. And I always feel that we should have something in the bank. We regularly put money aside, or try to put money aside for savings. And this is naturalized. We all understand the importance of saving for when the roof breaks or when the washing machine breaks or something like this. And I think the ocean, we should consider it like that. We should consider it as a saving and an investment into the future, not as a trade-off of something that we're losing. And back to the community in Cornwall, where I'm from, tuna has just arrived back. Well, it arrived back about 6 years ago. The first mass sightings of tuna were there. And
And the fishing communities, my cousins, I went out on a boat with them, and they weren't fishing tuna because they said we're just letting it settle, just trying to understand it. And the first tuna was sold to a local businessman called Rick Stein, who owns a number of fishing restaurants, which you may have heard of, for significant profit for the fishermen. And what that demonstrated is if you allow the conditions to stabilize, if you allow the conditions to be healthy, the system has such regenerative capacity, it has such capacity to bounce back from the pressures. So it's not a case of stop or do, it's a case of understanding where the trade-offs can be made and where you should invest into the future. And what do you see in your sort of work? We talk about different levels of protection. There's the fully protected, where you don't do anything, no take zones, where no fishing, and then there's the highly protected, where some is allowed. And some of this is part of the system here in Iceland, but not as a part of an MPA kind of work. So are you seeing a difference if it's a fully no-take zone or if it's a highly protected in terms of recovery? Absolutely. So there are 5 or 6 categories. I won't go through them. I'm very happy to talk through them later. There are 5 or 6 categories ranging from, like you said, completely no-take all the way through to sustainable use and activities. And it's not just fishing, I should say. Fishing is one important consideration, but it's tourism, it's energy production, it's oil and gas, it's ports and harbours, it's all of the pressures that are regulated according to these categories. And there's clear evidence that having a core of no-take zones benefits everywhere, to a greater extent than having a core of sustainable use zones. But I think it's really important that we situate this within the seascape or the wider ocean. So it's not just a case of having these no-take zones which are like islands, not connected. We need a network of protected areas, some of which allow fishing, some of which don't, some of which allow activities, some of which don't. And that connectivity and that stability that they provide is vital. So we need to move beyond just viewing it at a site level to viewing it at a network level, of which no-take zones are a fundamental part to a healthy, resilient and productive ocean. Skipta aftur yfir íslensku, Hrefna, ég myndi fá þig inn í umræðuna núna. Eins og Freydís sagði, þá er fiskveiðistjórnarkerfi hér á Íslandi mjög þekkt og hefur reynst okkur gríðarlega vel varðandi sjálfbærni í fiskveiðum. Með þessar breytingar sem við erum að sjá á heilbrigði hafsins, hvaða aðlögun teljiði eða ekki hjá SFS að þurfum mögulega að gera varðandi fiskveiðistjórnin akkurat núna? Við erum með óstóra gott fiskveiðistjórnarkerfi, það er alveg rétt. Og við höfum byggt þetta fiskveiðistjórnarkerfi upp í áratugi. Og það hefur tryggt okkur sjálfbæra nýtingu og nytjastofnunum okkar. Og vernd vistkerfa samfara því. Við byggjum á ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og öðrum alþjóðlega viðurkenndum aðferðum. Og ég held að almennt að þá er litið til Íslands sem fyrirmyndar í fiskveiðistjórnarmálum. Það er langtíma hugsunin í kerfinu okkar, sem skiptir gríðarlega miklu máli. En inn í kerfinu, við erum ekki bara að setja hámarksafla yfir nytjastofna. Inn í kerfinu okkar eru bæði lög og reglugerðir sem snúa að tæknilegum ráðstöfunum. Það kemur að veiðum. Og þar er ég að ræða togveiðihólf, ég er að ræða friðunarsvæði, við erum með friðunarsvæði, við erum með lokun á kórallasvæðunum okkar. Við erum að tala takmarkun á veiðarfærum, við erum að tala möskvastærðir í netum, tímabundi veiðibönn, við erum að tala hrygningastopp. Þannig að inn í kerfinu sjálfu er mjög mikil svæðavernd í raun og veru. Og þessar tæknilegu ráðstafanir, eins og það eru venjulega kallaðar, hafa verið að þróast og í mjög öflugu samstarfi vísindamanna, útgerða og sjómanna í áratugi. Og þær munu halda áfram að þróast, því að kerfið er náttúrulega lifandi. Og tilgangurinn með þessu tæknilegu ráðstöfunum var meðal annars að hindra óæskileg áhrif á umhverfið þegar verið er að veiða heildarafla. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við ætlum að fara núna í einhverja frekari, hvað maður segir, aukna verndun, hvað sem við kalla það. Ég held að við þurfum kannski ekki eitthvað að fara auka verndun, við þurfum að horfa tilbaka, hvað höfum við gert og hvað getur kerfið okkar
fara með inn í þessa umræðu. Því að við höfum mjög góðan grunn til að byggja á. Við höfum fiskverndarsjóðum að horfa á þaðan að koma inn í þessu umræðu. Þetta þarf að vera að skoða í raun og veru hvert einasta ríki fyrir. Það svolítið að fara í naflaskoðun, hvað getum við gert, hvað höfum við gert vel, af því við höfum gert mjög vel og við stöndum framalega í þessu. Ef við tökum bara til að mynda sér dæmi landhelgjan okkar, sem innan 12 sjómílna, það gríðarleg umferðarstýring á veiðum þar. Það mjög öflugt reglugerðarverk þar í gangi. Það stýring á hvaða skip mega fara þar inn til að veiða. Það verður til stærri skipa, veiðafærum. Þannig raun og veru til dæmis bara, landhelgjan okkar, hún í raun og veru sem kalla sem ætti virksvæðisvend. Það væri hægt að kalla það þannig. Það gríðarleg stýring. Og þannig ég held að við eigum að horfa á hvað erum við að gera, hvað getum við gert með það kerfi sem við höfum í dag og eigum að byggja vinnuna áfram á því. Því að við höfum tækjan og tólin til staðar til að vinna þetta áfram. En eins og segir, ég held að sé rosalega mikilvægt einmitt að taka samtalið, þú veist, og að allir þeir sem eru svona hluthafar í því að hafi sér heilbrigt, þú veist, komið saman og núna þessi vinna, já, kannski á byrjunareiti, kannski rétt að segja, í ráðuneytunum varðandi að fara í þetta skuldbindingar Ísland varðandi að vernda 30% af hafinu fyrir 2030. Þú veist, hvaða svona aðferðir myndi þið vilja sjá og aðgerðir myndi þið vilja sjá innan stjórnvalda í þessi ferli sem að byrja? Sko, þessu skuldbindingar vernda 30% hafinu, mér finnst, markmið sjálft má ekki verða 30% sjálf. Við þurfum að horfa á það að við ætlum að finna lausnir, við ætlum að geta verið hér áfram með sjálfbæra nýtingu fiskveiða og við ætlum líka að vernda það sem þarf að vernda. Við erum þrátt fyrir allt þjóð sem byggir afkomu okkur á fiskveiðum. Þetta þriðja stærsta útflutningsatvinnugreinin okkar. Og þetta svo atvinnugrein sem heldur uppi stórum samfélögum út á landi. Þannig að við þurfum að horfa svolítið á þetta frá okkar sjónarhorni. Og ég held að mikið sem við erum að gera í dag flokkist undir sem kallað með virksvæðisvend. Það eitthvað sem Ísland kom með inn í þessu umræðu á sínu tíma, ef ég skil það rétt. Það að segja svo kallað OECM. Og við þurfum að horfa svolítið á þetta því að við þurfum alltaf að hugsa það að nýting og verndun fer saman og við erum að byggja á því. Og hvernig sem við gerum það, og við höfum verið að gera það. Við höfum bara ekki talað kannski nógu hátt það. Eins og ég segi, við erum með öfluga stjórnun og stýringu bæjum og veiðum og bara svona vegna þess að nú hefur umræðum botnveiðarfæri verið mjög neikvæð á heimsvísu. Vitið hvað mikið af efnahagslögsögu Íslands hvað mikið af efnahagslögsögunni eru stundar botnveiðar á? Vitið hvað stór hluti það er? Ég veit það. Það eru 16% af allir efnahagslögsögunni. Það er ekki stórt og þetta eru þetta tókslóðir sem menn hafa verið að toga áratugum saman. Það er ekki verið, mjög stundum umræða þannig að það sé verið að toga bara hjá botnról þvers og krussum alla lögsöguna. Það eru stór svæð á landgrunninu þar sem ekki eru notuð togveiðarfæri. Þannig ég held að við verðum svolítið að horfa hvað erum við að gera, hvað höfum við verið að gera vel, hvernig getum við nýtt það inn í þessu umræðu og við megum bara ekki gleyma því að við lifum á hafinu og það skiptir okkur gríðarlega máli. Ég held að enginn skilji það betur heldur en sjávarútvegurinn hversu mikilvægt að það vera með heilbrigt haf og að vernda líffræðilega fjölbreytni. En við lifum líka á þessu og við þurfum að muna það að við erum hér í matvælaframleiðslu og sjálfsögðu hefur hún áhrif á hafið. Þannig að það þarf alltaf að vera jafnvægi þarna á milli. Já, og Guðbjörg, það einmitt góður punktur að koma með þig inn í umræðinu núna vegna þess að þínar svona rannsóknir á hvað vernd í hafi hefur sýnt og ég meina við höfum séð til dæmis í myndinni að þessi verndunarsvæði að skila árangri meðal annars í fiskveiðum með því að vernda þig. Sér þið fyrir þér að slík svæði á Íslandi myndi hafa svipaða niðurstöðu? Já, sko, það sló mig eiginlega þegar ég var að horfa á þennan bút úr myndinni einmitt að hún auðvitað frá mjög svona bresku sjónarhorni og þannig að upp í hugan hjá mér kom einmitt að Íslendingar auðvitað tóku þessa baráttu að koma breskum togurum einmitt út úr landhelginni einmitt á þessum forsendum og ég tek alveg undir með Hrefnu að það má segja að 12 mílna lögsagan hjá okkur virki að sumu leyti sem svona hálfgert lokunarhólf og verði þá til þessara svona spillover þar sem að við erum að reyna að vernda þá búsvæðin þar sem að ungfiskurinn okkar að alast upp
og þessir fiskar eru síðan að fara utar þar sem þeir eru jú veiddir á þessum svona nokkuð afmörkuðu togslóðum. En betur má ef duga skal af því að fókusinn hefur jú verið á fiskveiðarnar til góðs og ills og það eru auðvitað margir aðrir álagsþættir. Og auðvitað þurfum við kannski fyrst og fremst að skoða þá hvaða búsvæði, hvaða botngerðir viljum við sérstaklega vernda og þó ég sé nú fiskalíffræðingur þá tel ég að það ekki endilega að vera bara frá sjónarhorni fisksins eða sjónarhorni fiskveiðistjórnunar. Af því að ég tel að það sé líka þessi svona einmitt varúðanálgun, hún felst kannski ekki síst í því að við mennirnir skiljum það að við vitum ekki allt og við ráðum ekki öllu og við getum yfirleitt ekki stjórnað náttúrunni þannig að við fáum algjörlega fyrirsjáanlega niðurstöðu. Þannig að út af því þá þetta mikilvægt kannski að horfa á þetta einhverju leyti svona meira heimspekilega. Viljum við kannski með taka og loka ákveðnum svæðum sem að fá bara að þróast og breytast samkvæmt svona náttúrulegum ferlum. Það auðvitað ekki síður mikilvægt bara frá vísindalegu sjónarhorni. Af því að það eru skiptar skoðanir, það eru mjög skiptar skoðanir innan vísindasamfélagsins hvernig svona algjör lokunarsvæði virka. Og yfirleitt hefur það verið rannsakað að mælt frá sjónarhorni sem sagt veiða. Það þá verið að fylgjast með hvort að verða hvort að fiskistofnar séu að stækka í námunda við þessa lokan eða annað eins og til dæmis humar eins og við sáum áðan. En hvernig þessi algjörlega lokuðu svæði virka, það fer mjög mikið eftir lífssögu stofnsins sem við erum að þá að reyna viðhald og vernda. Og það má segja að kerfið okkar á Íslandi miðar dálítið mikið við þorsk. Við höfum minni veiðiálag á þeim svæðum þar sem að þorskurinn okkar að alast upp og það stuðlar auðvitað líka að jákvæðum áhrifum og aðrar sambærilegar fiskitegundir en líka þá á botnvistkerfi þessara staða. Síðan erum við með fjöldamargar svona tæknilegar aðgerðir, það að segja það verða að loka ákveðnum svæðum, það hrygningastopp og þessar aðgerðir virka vel fyrir þorskinn, þokkalega vel, leyfi ég mér að halda fram. En síðan auðvitað erum við með aðrar tegundir sem að þyrftu kannski svona sterkari svæðisbundna lokanir eins og við getum þar tekið steinbít sem að dvelur löng tímabil á sínum hrygningarstöðvum og þar sem að ungviðið að alast upp á svæðum, sömuleiðis háður ákveðinni botngerð til að fjölga sér, þá þurfum við þetta líka að hafa því í huga að vernda þessa botngerð. Sama má segja með humar, einmitt sem að þyrfti mögulega á einhvern svona sterkari svæðisbundnum lokunum að halda. Þannig að það sem ég að reyna að segja þarna er ef við ætlum að gera þetta algjörlega vísindalega, þá vantar okkur miklu meiri þekkingu og við þurfum að skoða alla þessa ferla, alla lífssöguna hjá miklu fleiri tegundum. Þá þekkingu höfum við ekki í dag og það þýðir ekki að við höfum ekki að gera neitt, en mögulega myndi það einmitt gagnast kannski frá þessari svona varúðar sjónarhorni að einmitt vera með sterkari lokanir á ákveðnum svæðum. Og mér langaði líka að bæta við hér af því áherslan hefur verið svo mikið á tófveiðarnar sem að þið eru einmitt, ekki endilega það víða í hafinu kringum Ísland. Að við þurfum að víkka þá umræðu út. Tófveiðarfæri eru ekki einu veiðarfærin sem eru skaðleg. Það eru þetta líka skaði af öðrum veiðarfærum og kannski við höfum einmitt verið að skoða þetta eins og togararnir vilja þetta ekkert vera að fara í gegnum viðkvæm búsvæði. Þeir fara í kring, þeir halda sig, reyna að forðast ákveðin svæði. Meðan að þeir sem eru kannski með línu eða krókaveiðar eru líklegir til að koma nær þessum svæðum af því að þar einmitt fiskurinn. Þannig að það er líka að hafa þetta í huga. Þannig að þá þetta líka orðið spurningum hver stórtækar eru þessar hinar veiðar og síðast en ekki síst þá það algjörlega tilgangslaust eins og við erum að gera þetta í dag að loka viðkvæmum búsvæðum fyrir tógveiðum en á sama tíma þetta að fá leyfi til að nýta þessi svæði í orkuvinnslu eða eitthvað allt annað. Það þetta því þarf að breyta. Yeah. Sean, I'm switching back to English. We've been talking a lot about what happens below the surface, which seems to be, often the focus when we're talking about the ocean. But
protection is equally important above it. And you've been working a lot in the Arctic region, especially around maritime issues. And maybe we start with the good progress that is being made in those areas. Yes, I mean, obviously it's important to manage your fisheries properly and to protect the important ecosystems. But we also need to look at what's happening in the wider marine environment. And in fact, most activities at sea take place from ships. And ships have quite a large impact in terms of discharges into the ocean, underwater noise, but also up into the atmosphere. And next month, hopefully, all being well, there should be a new designated area, an emission control area adopted at the International Maritime Organization in London that will cover the waters of Iceland, Greenland, the Faroe Islands, and go down as well the western seaboard of Europe. This is one of a number of emission control areas. And what this will do is improve air pollution throughout this region. And it will improve air pollution not only at sea, which has an impact. The pollutants being removed are responsible for acid rain, but it also has a huge impact on coastal communities as well. But we need to do more. This is an excellent move forward, and Iceland has really shown some leadership here in being one of the countries pushing forward this emission control area. But one of the big air pollutants coming from shipping is black carbon. Black carbon is a product of the incomplete combustion of fuels. And unfortunately today, many ships are still using some of the dirtiest fuels around. We're urging shipping now to be moving as a transition from the fuels they're using today to distillate or diesel fuels. So we're saying diesel is cleaner than the fuels being used by the maritime industry. All these fuels produce a lot of black carbon, and of course this is then having knock-on consequences for the marine environment and for the oceans. Black carbon, unfortunately, has a disproportionate impact when it is emitted in and near to the Arctic, and it is resulting in or contributing to the loss of both sea ice and glacier ice. And this is having consequence then for the wider ocean and for the things like the Atlantic meridional overturning circulation, which is slowing down and changing the environment in which we're operating. So we need action now to address black carbon emissions throughout the whole of the Arctic. And here we'd like to see Iceland take some leadership. Yeah, and I mean, because we know that all areas of the world are not warming at the same pace, and therefore making the Arctic perhaps more important than some other regions, or the polar regions, really. You know, how can Iceland take a bit more sort of stewardship or leadership in that space? Well, through various bodies, but in particular the International Maritime Organization is the body responsible for regulating global shipping. It's possible to take regional action, but regional action has to come from those responsible in their region. You know, although a lot of shipping is flagged perhaps by the Bahamas and Liberia and the Marshall Islands, the people, the decision makers are not going to be listening to those countries if they start calling for action in terms of the Arctic. It's got to come from the Arctic countries, and this is where Iceland can really, it's already made a big move forward with the designation of the new emission control area, and it could now just take that step further and address black carbon emissions. And there are ways in which this can be done. In fact, the simplest way is to require shipping in the Arctic to move to cleaner fuels. There are already many cleaner fuels on the market. As I say, diesel is sadly one of the more clean fuels, but we are moving now to new fuels that are coming on, more battery-operated ships, wind power, new fuels like ammonia and hydrogen, which are cleaner than the fuels that are currently in use today. But as a first step, stop using the dirty residual fuels and move to diesel, and then in the future we can move on to these cleaner fuels. Mm-hmm. Chris, I want to pick up on something with you from that Guðbjörg just said. I mean, this sort of, because we hear that a lot, that the science is never going to be complete, right? It's an ever-evolving situation. So that's why the sort of precautionary principle was put in there. But, you know, we're never going to get to, if we wait for the science to give us a complete picture, that's not going to end very well for us, is it? No, I mean, there's lots of examples where we've waited for the science and then the thing we were trying to save has gone extinct. I mean, there's many papers showing that.
I feel that there's a need to broaden our definition of science and knowledge. It's quite restrictive. It can feel that we need it to be in a very standardized format, which is vital, and Iceland has shown leadership in its surveys, in its records and stuff. But when we're talking about communities or we're talking about coastal areas, lived experience and knowledge and the experience of the fishermen and the experience of those, that is knowledge that we have, that we're not quite combining with the traditional academic science. So I think if we broaden our definition of what we consider science to include other forms of experience, lived knowledge, we have plenty to get started. And I would say that it's pretty simple stuff. I mean, I'm not trying to belittle, I'm an academic myself, so I'm not trying to belittle the complexity of the ocean system, but do more of this here, do less of this here, don't do any of that there. I mean, that's the level of information that we're talking about in lots of these areas. Then obviously the nuance comes from the details where you can bring together the precise things, but there's lots of steps that can be taken now with no extra evidence required. And I do worry sometimes that people, both from the academic community and from the political space, use the lack of knowledge as a reason to not act. It's become a political action of, oh, we don't know what we're doing, oh, we don't want to, you know, so I feel that we do know in lots of areas, and obviously precaution, be careful with what you're doing, but yeah, it certainly shouldn't be a force to stop us acting. And so, I mean, many ecological systems are in danger. I mean, there's a lot of talk about corals worldwide now, which they believe have less than 10 years left to kind of continue. I mean, we're also seeing fish stocks change their behavior, you know, in terms of how they, you know, both where they are, where they can be fished, and the size of them. Yep. You know, so you know, but most of the time, as we've heard, the talk about protection is around fish. What if we were thinking about other sort of ecological systems in the ocean? Would we be thinking differently, do you think, about the science and protection if we weren't just talking about fish, where fisheries are important to many nations? Absolutely, and I think when you say just talking about fish, often we're just talking about single stocks. It's not even that we're talking about fish as a collective. We're just talking about a specific stock in a specific area, which is genetically different to another stock completely, so they're not even comparable. So I do think there's a real need, and this is something that many RFMOs and many other people are aware. Again, it's not a them or us. There's a lot of common ground that exists that we need to build upon, is integrating fish stocks into an ecosystem-based approach to fisheries management. So that is not viewing them as isolated things. We must save that species, we must save that population of cod. But how does that population of cod interact with things above it in the food web and things below it in the food web, and how can we make sure that we have that stability, which is providing the resilience in the structure. So having an overall stable ecosystem where everything's acting as it should be, with the numbers, the size distributions, provides resilience to the fishery. So it's vital that we move away from just focusing on individual stocks, or at least if we are focusing on the individual stocks, to embed that information into the wider ecosystem so that we can have a more integrated and holistic view of ocean management. Og Guðbjörg, þetta var ekki sem þú talar líka, að fiskveiðistjórnun og vernd verða vera mjög samhliða og vinna saman. Sérstaklega í ljósið þessar svona breyttu aðstæðna sem við höfum í verðandi loftslagsbreytingar og annað slíkt. Hvernig sér þú fyrir þér að það geti gerst hérna á Íslandi? Að fiskveiðistjórnin og önnur vernd. Já, ég vil taka undir bara þetta að hérna fyrir okkur hér á Íslandi þá eru sjómennir, þeir sem eru út á sjó, þeir hafa gífurlega þekkingu á sjónum og þetta eru skemmtilegustu samtölin sem ég á, ekki við ykkur hjá SFS, heldur við þá sem eru þarna úti, af því að þeir deila mjög oft mínu sjónarhorni, af því að ég er líka þarna úti og þú veist að þeir sjá þetta svona á svipaðan hátt og ég held að við ættum að taka þessa þekkingu mitt inn og til þess þarf að hafa opinn hug
og það þarf líka að viðurkenna að við erum ekki alltaf að nota sömu hugtökin eða sömu orðin, þó við séum að tala sömu hlutina og það allt í lagi. Það allt í lagi þó að sko við kannski sem vísindamenn já einhverju leiti og ekki síst þeir sem þurfa síðan að taka stjórnina vilja þetta hafa þetta svona allt svona nákvæmt, þannig að veitir nákvæmlega hvað þetta þýðir, ég ætla nú ekki einu svona að minnast á lögfræðingana. En það alveg hægt að taka inn þekkinguna hjá þeim sem út á sjó og þannig getum við flýtt rosalega fyrir okkur af því að það hægt að oft vita þessir skipstjórar hvar eru viðkvæm svæði. Þar þyrfti þá bara beina rannsóknunum og það þó bara þetta staðfesta eða þá ekki og svona getum við kortlagt miklu hraðar. Og við þurfum auðvitað, en þarna getum við líka gert töluvert í því að svona miðla kannski okkar þekkingu af því að sko fiskarnir eru hluti af vistkerfinu, það nefnilega málið sko og það þarf að horfa á það líka þannig. En þessi tengingar sem við sjáum í vistkerfinu, þær kannski ekki alltaf augljósar þeim sem eru bara með fókusin á fiskinn. Þannig að það kannski einmitt hægt að við getum hjálpað til með því að miðla flækjustíginu sem þar og þá notað og rökstutt þá af hverju við þurfum að horfa á þetta sem eina heild. En það ekki auðvelt. Nei. En hvernig, nú Hrefna, nú ert þú eitt af því sem að þú ert að gera, að vinna í þessum erlendu samningum líka varðandi vistkerfinu og hvernig fiskveiðar koma inn í það og hversu hávær rödd Íslands myndirðu segja annaðhvort innan Norðurlandana eða jafnvel innan Evrópu? Sko, ég hef alveg verið tvíhliða fiskveiðisamningum og svo innan fiskveiðistjórnarstofnana en það einfaldlega þannig að þegar Ísland talar málefni sjávarútvegs og alþjóðagrundu þá hlustað. Af því við höfum eitthvað frá ykkur góð að segja og við getum sagt góða sögu. Þannig að það skiptir miklu máli. Það skiptir miklu máli á stjórnvöld sinni sem málaflokki. Því að það sem samtidig erlendis það náttúrulega hefur áhrif á okkur líka. En mér langar svolítið að taka upp það sem Guðbjörg var að segja þetta með samstarf og samráð við atvinnugreinina því að ég tek undir það með henni að það gríðarlega mikilvægt þegar verið að setja reglur og gera breytingar á kerfinu að þessi haft öflugt samráð við hagaðila. Og í áratugi hefur náttúrulega verið mjög gott samtal milli skipstjóra og sjómanna, útgerðaðila og Hafrannsóknastofnunar. Það kemur að reglugerðum og breytingum og ráðstöfunum. Það starfandi hér umgengnisnefnd sem var stofnuð 94, þar sem að þessi aðilar koma saman og ræða reglulega svo hluti. Og það gríðarlega mikilvægt. En það leiðir okkur líka hugan í því sem ég velti líka fyrir mér, af því að það talað að það vantar rannsóknir og við þurfum að vera með, ef við ætlum að fara í þessa vegferð, þá þurfum við að hafa, við þurfum að geta byggt á vísundum, það þurfa að vera rökstuðningu fyrir því hvað við erum að gera og akkur erum að gera og hvað áhrif við kemum til að hafa. Og þar megum við standa okkur betur því að við erum í dag með, að mínu viti, of lítið fjármagn inn til Hafrannsókna. Við erum í raun að veru skortur okkur fjármagn til þess að halda uppi góðum rannsóknum á nytjastofnunum okkar og hvað þá allt hitt. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum að sinna þessum málaflokki og setja í hann það fjármagn sem þarf. Að því eins og við segjum, eins og við erum öll sammála hér að hafi skiptar okkur gríðarlega miklu máli. En þá verðum við líka að sinna rannsóknum á því og ekki minnst á nytjastofnunum okkar sem við erum þegar núna í vandræðum með að fá nægilega upplýsingar að því við viljum líka síðan að það rannsaka allt hitt. Já, en ef við tökum þennan punkt sem að Chris kom með til dæmis að það sé að í þessum rannsóknum oft ekki verið að einblína á heildina, heldur, hvað þorskurinn að gera, hvað loðnan að gera, þannig að erum við að ná þessari svona heildarmynd til að setja inn í þessa fiskveiðistjórnarkerfi sem við hefum, til þess að það sé tekið tillit til annarra vistkerfa heldur en bara fisksins og kannski samþætti innan þessara stofna. Ég svona Hafrannsóknastofnun getur svarað þessu betur hvort við sem ná utanum það, en við að sjálfsögðu við að rannsaka númer 1 og 3 nytjastofnun okkar, því það er það sem við lifum á. Við erum jú vissulega að taka tillit til fleiri en einn stofn, við gerum til að mynda það kemur á loðnunni. Þá tökum við tillit til þess að loðnan náttúrulega aðalfæða þorsks. Þannig að það tekið tillit til þessara þátta, en við þurfum að gera svo miklu betur ef við ætlum að gera vel. Já. Og ég hef áhyggjur af því að við séum ekki að gera eins og vel og við getum.
má ég nokkuð bæta við hérna bara grípin ef því að þetta eitthvað sem að mér finnst skipta alveg gífurlega miklu máli og Hafrannsóknastofnun eru þetta að standa sig mjög vel með sína rannsóknir, þau eru mjög bundin af því að þurfa að gefa lögbundna ráðgjöf. Þar sem við höfum mist boltan, það þáttaka annarra stofnana, til dæmis háskólana, í rannsóknum á lífríki hafsins og það verðum við að bæta úr. Já. Freydís, það er hérna talað hvað ríkisstjórnin gerir og stjórnvöld hérna aðeins. Nú hefur við 5 ár hérna frá til þess að ná 30% því sem Ísland hefur skuldbundið sig. Ekki bara á lágum hætt heldur Ísland hluti af þessu High Ambition Coalition. Þannig að þeir vilja vera leiðandi afl í þessu. Munið þið ná þessu á 5 árum? Það er stefnan. Við erum að setja bara allt í gang. Við erum farin af stað og lendum hlaupandi í þessu verkefni. Þannig að okkar markmið í ráðuneyti umhverfismála er að ná þessu, settu markmið 30 fyrir 30. Það er mjög ánægilegt að segja fyrir því að við erum í bæði virku og mjög góðu samtali við ráðuneyti sjávarútvegsmála. Byggjum þetta á grunni sem að við unnum þegar ég vann innan þeirra vébanda. Þar sem við vorum í virku samtali mitt við þessa fyrrnefnda umgengnisnefnd sem skiptir gríðarlega miklu máli þetta samtal, en samtal við vísindin, greinina og svo stjórnvöld. Þetta er það samtal sem að verður til þess að við náum þessu markmiði. Þannig að það módel sem við erum að setja upp núna og lestin er farin af stað og við erum byrjuð, þannig að það eru öllum búið að koma að vera með okkur í þessu verkefni. Þess vegna erum við hér í dag. Að við munum byggja á þessu 3-þáttasamtali í okkar vinnu áfram. Og við búum svo vel sem betur fer að sterkum vísindum og sterku samtali milli vísinda og stjórnvalda. Og við erum að byggja áfram upp þetta samtal við greinina til þess að fara áfram að þessu markmiði. Og munið þið taka svona varúðarregluna til hliðsjónar? Vistkerfisnálgun, varúðarregla, þetta er all þættir sem þurfa að vera með inn í þessari vegferð. Öðruvísi náum við ekki þessum markmiðum og muna það að markmiðin eru náttúrulega það að styrkja vistkerfi sjávarins fyrir okkar samfélag. Sean, I want to give you the last words here because I think I mean, in the film with OSHA, we saw what's happening in the Antarctica, and maybe the Arctic doesn't quite get the same sort of exposure often. But I think I'm going to get this right, but please, I'm not a doctor, so you need to kind of let me know. But the Arctic is warming twice at the pace of other places, is that right? Even more than twice, actually. It depends where you look, and actually in some parts of the Arctic, like the Barents Sea, for example, it's probably 6 times as fast as the world as a whole. On average, across the whole Arctic, it's between 3 to 4 times. And part of the reason for that is because of air pollution. And it is because of the speed of the melting of both the sea ice and the glaciers. So, yeah, it's why we need action, why there is this urgent need for action that will have an impact in the Arctic. I mentioned black carbon earlier, and along with ozone and methane, which are 2 other super pollutants, they are responsible for nearly half of the global warming seen to date. So it's not all about carbon dioxide. Yes, that's important. We need to reduce our carbon dioxide emissions. But we also need to reduce emissions of super pollutants, black carbon, methane, ozone as well. And in doing so, we can slow down the rate of warming. But we need to particularly focus at the moment in terms of the impact that these pollutants are having in the Arctic, because the warming is speeding up at a tremendous rate there, and it will eventually have an impact not just in the Arctic and for communities in the Arctic and for fisheries in Arctic waters, but it's going to have an impact even for countries in the southern hemisphere because of sea level rise. So it's really urgent that we tackle some of these issues immediately, and particularly some of those issues which I'd call low-hanging fruit, things that we have the solutions for already, that we can do today. Very good words to end on. Mér langar að þakka þessum frábæru Padborg-semnars meðlumum fyrir að bæði að sýna okkur hvaða áskoranir við höfum, en líka benda á tækifærin sem við höfum til þess að leysa og komast á réttan stað. Takk ykkur kærlega fyrir. Please give them a round of applause.
Takk kærlega fyrir frábært samtal. Please get your mics removed here behind the scenes. Ég bara vil segja aftur takk, þetta var æðislegt. Og náttúrulega talaði auðlindir og annað. Tíminn eina okkar dýrmættustu auðlindum hérna í dag. Þannig að við ætlum að passa okkur að halda vel utan hann, en þetta gekk mjög vel. Inga fær sérstakt prik, mögulega einhvers konar verðlaun seinna fyrir að gera þetta svona vel og innan tíma. Það sem er að fara að gerast næst að það er að fara að koma hlé. Allir elskar hlé. Það eru veitingar og það er mjög mikilvægt að tala við fólk sem þið ekki þekkið í svona hléum. Þar gerast hlutirnir gjarnan. Og ég ætlaði að láta ykkur vita nokkra svona kannski bara praktíska hluti. Í fyrsta lagi þá er hérna alveg rosalega gott borð laust alveg fremst. Þannig að það er alveg óþarfi fyrir ykkur að hýrast þarna aftast eða ef þið þurfa að snúa ykkur aftarlega til þess að sjá sviðið, bara mæli ég með það eftir hlé komiði og plantið ykkur hér því þetta er alveg frábært borð og fullkomlega óþarft að það sitji hérna ónotað. Svo er annað sem ég ætla að segja að við förum lóðbeint í næsta panel eftir hléð og það verður mjög ströng tímasetning hvenær þið komið aftur hérna inn til þess að allt haldi. Og það verður annar geggjaði panel. So the second panel is just as exciting. But I would like to ask the people on that panel, sem eru Rúi, Sam, Snjólaug og Björn, to get mic'd up at 10:35 here behind the scenes. Thank you. Nú er svo gaman að segja frá því líka að hléð er að detta hérna inn eftir akkurat 3 mínútur, en það þýðir að við höfum 3 mínútur til að gera eitthvað allt annað því það er smá svigrúm í dagskráni. Mér datt í hug að við myndum, að því það var svo gaman í gær, ég veit ekki hversu mörg ykkur voru, en það myndaði svigrúm og við sungum aðeins saman, hljómar pínu skátalegt og erfitt, ég veit, en býði, hugmyndin mín er þessi. Hver á afmæli í dag? Ómar Ragnarsson. Þess vegna er þetta dagur íslenskrar náttúru. Og hversu fallegt er það, þó að hann sé ekki með okkur að því hann getur það ekki, en annars væri hann hérna, þekkjandan, að við myndum bara standa upp og syngja afmælisöngi fyrir Ómar. We're going to sing the happy birthday song for Ómar, who is this amazing pioneer in the protecting and just getting to know Icelandic nature. So á 3 þá byrjum við, 1, 2 og. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Ómar, hann á afmæli í dag. 85. Hann er 85 í dag, hann er 85 í dag, hann er 85, hann Ómar, hann er 85 í dag. Hann lengi lifi! Húrra, 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 húrra! Woo, geggjað. Ok, nú er hlé þangað til klukkan 38 mínútur yfir 10. Njótið.
að þú eigir að geta séð þetta. Já. Bara, þú veist, það á að geta.
Jæja og jæja. Það ansi margir uppréttir manna bara í þessum sal, sem ekki að sama og sitja. Þannig nú skulum við breyta því. Ok, það eru 2 skvísur komnar hérna á þetta frábæra lausa borð, sé ég, og það ennþá pláss. Þannig að ekki híka við það að færa ykkur hinga framar eða viljið vera aðeins nær og sjá betur svipriðin í næsta panel. Því það verður nú ekki að verri endanum, get ég sagt ykkur. Við erum að fara að tala næst framkvæmd hafverndar, árangursríka umhverfisvernd í hafi og lagalega þróun á því sviði. Þakka ykkur fyrir pent. Aftur það hún Ingibjörg sem mun stýra panelum og í þetta sinn eru það þáttakendur sem eru einnig alveg innvala lið, verði ég að segja. Ég les þau hér upp og svo koma þau á sviðið. Það fyrsta lagi Samantha Robb sem lögfræðingur í hafréttardeild Ocean Vision Legal. Robb með bakgrunn í alþjóðarétti, alþjóðlegum hafrétti og mannréttindarétti og hefur sérhæft sig í almannahagsmunum. Hjá Ocean Vision Legal leggur hún áherslu á þróun, styrkingu og að framfylgja lögum og skuldbindingum verndun umhverfis sjávar. Þetta var fyrsti panelistin. Og númer 2, geggjaðu ykkur. Rui Martins, hann héraðsstjóri hafmála á Azoreyjum og á ensku heitir þetta Regional Director for Ocean Affairs. Hvar okkar? Svona. Martins forstöðumaður stærsta sjávargarðs sem útleggst á ensku sem Marine Park í Norður Atlantshafi og hefur frá árinu 2024 gegnt stöðu svæðisstjóra fyrir hafmál á Azoreyjum. Hann hefur mikla reynslu opinberri þjónustu og mitt svona persónulega slúður til ykkar það að hann líka bassaleikari í frábæri svona azorskri hljómsveit. Svo erum við með Björn Helga Barkarsson. Björn umhverfisfræðingur að mennt, skrifstofustjóri í matvælaráðuneytinu í tíð síðustu ríkisstjórnar og þar leiddi Björn meðal annars vinnu stýrihóps verndun hafsins. Og auðvitað þetta allt bara framhald. Við erum að reyna að komast hér í aðgerðagýrin en það búið að vera mjög lengi verið að undirbúa þetta. Nú að lokum það hún Snjólaug Árnadóttir. Hún doktor og í hafrétti og dósent við Háskólann í Reykjavík. Hún jafnframt forstöðumaður sjálfbærni og loftslagsréttarstofnunarinnar þar. Helstu sérsvið hennar Snjólaugar eru þjóðarréttur, hafréttur og alþjóðlegur umhverfisréttur og snúa rannsóknir hennar öðru fremur að áhrifum loftslagsbreytinga á þróun þessara réttarsviða. Þannig að það dýrari típan af panel sem að fara að setjast hér upp eftir aðeins örfáar sekundur. Við skulum klappa fyrir þeim öllum og gjörðu þess vel. Halló aftur. Núna það aðeins smá áherslu breyting í þessum panel því við ætlum að ræða sem sagt sko hvernig hægt að framkvæma þessi verndarsvæði og eins og við heyrðum í myndinni þá ekki nema 3% á heimsvísu á svæðum vernda þannig að það nokkur langt í land, ekki bara hér á Íslandi heldur bara á heimsvísu. Þetta oft svæði sem erfitt að viðhalda, það erfitt að vera með fjármögnun í kringu þær og þetta í rauninni vinna sem að gerast samhliða því sem svæðin að myndast. Þannig að við ætlum sem sagt að ræða hér við þennan panel hvernig það geti gerst og hvað fylgir því. Og ég ger aftur ensku og íslensku bara svona til skiptis. Sam, I'm going to start with you, if that's okay, because you work a lot in ocean rights, and that word is used quite a lot in your work. What does that actually mean? I mean, can the ocean have a right? How does that, function? So ocean rights is essentially the recognition of the ocean as a living entity with inherent rights and intrinsic values. And I think really important in this ocean rights narrative is not just the recognition of the ocean of a rights-bearing entity, but also shifting our norms, values, and ethics to understanding how we take care of the ocean and how we think about the ocean. So it's really this narrative shift from a really anthropocentric thinking and seeing the ocean as a resource that we have the right to exploit as much as we like, to this more nature and protection-centric approach and to let nature flourish for the sake of nature itself.
I mean, is that enforceable, or how can sort of nations and countries, states really, be encouraged to live up to their obligation within that ocean rights system? I mean, it's still very much a state sort of system that we live in, isn't it? It is, and I think it's important to mention that ocean rights is part of the rights of nature movement, and there are already 400 global policies, national policies, laws, and judicial decisions that actually implement rights of nature and ocean rights. And so it is for states to implement, but it's really just taking a shift of how we implement things. So when we're talking about ocean governance, particularly in decision making, so where we're deciding where to implement a marine protected area, or in relation to environmental impact assessments, centering the intrinsic value of the ocean in the decisions that we take, and really ensuring that we have legal safeguards in place and regulating harmful activities. So we already have the tools, it's just shifting what we center in our decision making. That's very interesting. I'm going to switch to Icelandic. Snjólaug, kannski að koma til þín, eins og nú eins og segir, Ísland með þó nokkrar skuldbindingar þegar kemur að hafvernd, og núna BBNJ að byrja að fara í gegnum þingið. Hvaða auknu skuldbindingar koma með því, og hvað þurfum við, hvernig þurfum við að huga það heilbrigði hafsins öðruvísi eftir það? Sko, þetta mjög mannmiðað í íslenskum rétti allt saman ennþá, og en mjög ríkar skyldur til þess að vernda hafrýmið, og þær hafa orðið ríkari bara, eða við sjáum það með dómaframkvæmd nýlega, þannig að það verið að auka við þær og þessar innleiðingarsamningar undir hafréttarsamningnum bæta við. Þannig að við erum auðvitað aðilega hafréttarsamningnum, og hann innleiddur í íslensk lög, mætti kannski gera ítarlegar, en BBNJ-samningurinn, við erum búin að undirrita en ekki fullgilda, og það munur þar á. Við eigum eftir að það eru komin 57 ríki sem eru búin að fullgilda, þannig að hann fer að gangi gildi, 60. En en af því við erum tvíeðlisríki, þá verðum við að lögfesta hann á Íslandi, og við viljum ekki hafa ósamræmi á milli landslaga og þjóðréttarlegra skuldbindinga. Og þess vegna þurfum við bara að núna annarkvort aðlaga íslenska lagabálka sem að snúast vernd hafrýmisins, eða þá að gera sérlög BBNJ-samningin, og það eru þessi áform komin. Ég veit að það er vinna inn í utanríkisráðuneytinu núna að því. Þannig að þá þurfum við bara að lögfesta semsagt skyldirnar sem snúa að vernd hafsins. Og þetta mér langar eiginlega líka bara svona, svo að segja á hreinu, að þetta kemur úr ólíkum samningum, sko. Við erum með alveg ofboðslega víðtækar skyldur í hafréttarsamningnum, og síðan þessi 30% fyrir 2030, sú skylda kemur úr Kunming verndaramannum sem er partur af líffræðilega fjölbreytileikasamningnum, en þegar við erum að tala um úthafið, þá gildir hann ekki þar. Þannig að það er ekkert víst að það verði 30% viðmiðendilega fyrir úthafið, það bara verður ákveðið með á fundi aðildarríkja að BBNJ-samningnum, en ef við viljum taka þátt í að móta þessa reglur sem síðan mögulega verða lesnar inn í hafréttarsamningin, þegar við erum að túlka þær skyldur okkar, ég vonandi ekki orðið oflaga teknilegt, mögulega. En þannig að þá sko auðvitað viljum við sitja við borðið þar, þannig að þá er gott að flýta þess. Björn, þetta er flókin vinna sem þið eru í ráðuneytunum. Já, þú heyrir það. Já. Ég meina, hvernig, þú veist, sko eins og ég segi, það þarf að breyta lög, það þarf að aðlaga lög og annað slíkt. Ég meina, voru íslensk lög kannski aðeins orðið komin langt á eftir, og þessi alþjóðasamningar þurfti að koma inn til þess að við myndum líta aðeins betur á það? Það er bara ágætis spurning, sko. Við eigum ágætis lög hér á landi, sko. Við eigum til dæmis lög fiskveiðistjórnun, við eigum lög náttúruvernd. Þau eru ekkert fullkomin frekar en önnur lög eða mannanna verk. Við fórum í ágætis vinnu á síðasta kjörtímabili meðan ég var þá í matvælaráðuneytinu að rýna, sko, hvernig þessi löggjöf getur nýst til þess að vinna að þessum 30% markmiðum. Og við fundum ýmsar leiðir, horfðum samt til, sko, alþjóðlega leiðbeininga eins og frá alþjóða náttúruverndarsamtökunum, IUCN, og frá FAO, og höfðum þessu svona til hliðsjónar, þannig að við vorum svona frekar íhaldssömlega við mér að segja. En sko í þeirri vinnu þá fundum við alveg, það eru, eins og var að vera að tala um hér áðan, eru svæði þar sem gilda takmarkanir varðandi tímasetningar veiða, varðandi notkun ákveðna veiðarfæra. Svo eru náttúruverndarsvæði
sem ná út í haf, reyndar mjög lítil, sem að ættu að geta talið inn í þessi markmið. Þetta er ekki há tala, við erum svona formlega séð núna í 0,07%, sko. Þarna komumst við upp í 2%. Það eru fleiri tækifæri, bara við núverandi stýringu í hafinu. Við getum nefnt Breiðafjörð sem dæmi, sem er flókið fyrirbæri, svona stjórnsýslulega séð, hann gilda sérlög. Síðan eru alls konar takmarkanir samkvæmt fiskveiðilöggjöf og við teljum að hann uppfylli allavega skilyrði virka svæðisvernd, það er OICM, mögulega sem verndarsvæði hafið, það er MPA. Kannski þyrfti að breyta löggjöf örlítið til þess að hann bara passaði mjög vel inn í það og þetta er stórt svæði og gríðarlega mikilvægt og það er kannski það sem maður myndi vilja svona leggja mest áherslu á núna til að byrja með, að við séum að taka það sem skiptir miklu máli og þar náttúrulega kemur síðan þekkingin inn, hvað eigum við þá að einbeita okkur. Já, en þegar þú segir skipta mestu máli þá þessi svæði voru náttúrulega friðuð, það var ástæða fyrir því vegna þau innan þeirra voru vistkerfi sem þurfti að friða. Það er svona áherslan sem þeir eru að leggja á núna, að þau svæði fái aukna friðun eða verði talin sem hluti af þessum 30%? Þetta er talandi ávexti í augnhæð eða ber í byggðu, hvað kallið það, að þá er þetta einmitt eitthvað sem við getum tilkynnt nánast bara núna. Síðan erum við náttúrulega að bæta og Hafrannsóknastofnun kannski þar svona fremst í flokki að bæta þekkinguna þá leggur maður kannski svolítið áherslu á botnvistkerfin. Að hvar við eigum þá að fókusera á og nýta þá löggjöfina sem er til, af því að við getum það bara unnið með það sem við höfum. Hún dugar alveg í þessa veru. En svo má ekki gleyma því að það er ásókn að aukast í aðra nýtingu í hafinu og við getum nefnt efnistöku, orkuvinnslu, siglingar, sjókvíaeldi og svo framvegis. Þannig að þetta þurfum við líka að hugsa og í þörungatöku til dæmis, eða þaratekju. Og þetta allt þurfum við að taka með í reikningin. Og þar held ég að við getum svona unnið saman, til dæmis, þetta eru alveg gagnkvæmir hagsmunir, getum talað uppeldissvæði Þorks sem dæmi, þar sem er til dæmis ásókn varðandi efnistöku. Ég held við eigum þar alveg fullkomlega sameiginlega hagsmuni við verndun vistkerfa. Rui, you've actually done this. You've actually created an MPA in the Azores, and not just any, but the largest MPA around the Azores. And I mean, we obviously share some geological features between our two islands. How complicated was the process of creating that MPA? Well, first of all, thank you for the invitation and for having me in this National Assembly of Environment, which is, I think it's very important for people to discuss. So it was a long process. So what you see here, it's the map of the actual nowadays MPA of the Azores. It also includes a big percentage outside the Azores EEZ, so it's already on the extended continental shelf. And so this process started in 2011. So that's when we first defined, well, the first marine protected area in the Azores was 1982. And then in 2011, we actually created a network. And then 2016 was enlarged with those big areas, the Great Meteor, which is the southernmost and the uppermost. And then 2024, we finally defined the 30%, 15, the dark orange is the fully protected, and the other is highly protected. And so the process started, obviously, with, it was a science-based process. So obviously, like was said in the previous panel, going out to the sea and finding information, it's very expensive. So one of the things that we did, and we have a very close connection with the investigating team of the Azores University, and so they deployed, which you can see actually in one of the videos up there, a system that it's actually very cheap.
and allowed us to visit the whole 142 sea mountains of the Azores, and actually put us in between 2015 and, so in the scope of 9 years, we had over 1,500 dives to map the sea bottom. And so that allowed us to get a lot of information. For instance, one of the things that we found is that we have black coral forests equivalent to the sequoia forests in the US, which are, black coral takes thousands of years to grow. And so they were pristine still. And even in areas where fishery was, on the past 50 years, the most intense, we can still say that we have an healthy marine environment. So science was actually the base for it. And then also the stakeholder engagement. Obviously the fisheries, we're doing this not against the fisheries, but with the fisheries and for the fisheries. Because one of the things that we noticed, and one of the small areas nearby one of the Central Group islands, it has been closed for the past 16 years. It was a very important area for black-dot sea bream, which is one of the species of highest commercial value for the Azores. And so every 2 years, fishermen, science, and politicians, the government, would get together and try to decide either to close it, keep it closed, or reopen it to fishing. And so the fishermen were the first to say, keep it closed. And why? Because there was an increase of 400% on the abundance of that particular species. And so they knew that actually they could actually fish around the area. They didn't really need to go in. And so now they have quota for the entire year, as in the past, it would, they would reach the max that was self-established, well, European law established halfway through the year. So, and that had to do with the fact that there was protection. So the fishermen are actually engaged. And this leads me to another aspect, obviously, which is normally the problem becomes afterwards with politicians. So, because I think the people, the fishermen learned and understood, and the close connection with science, they understood that there was a gain for them. And what we're aiming is for the fishermen of tomorrow, or the ones that today say, well, my grandfather was a fisherman, my father was a fisherman, my great-grandfather was a fisherman. I want their kids, their grandsons to keep being able to say so if they want to be in this business. And they realized that. And obviously, there was issues, and that's when the politicians come into place. And obviously, when you're trying to define something that at first, it seems like you're taking fishing rights to people, people get afraid, because at first, there's no immediate compensation. I mean, the immediate response won't happen because it takes a while for the ecosystem to replenish itself. And so it's easy for, the opposition parties and whoever has the responsibility of taking decisions, the opposition, it's easy to, thrive on this fear, and people get cold feet. And sometimes and then there's more of a political battle than, because fishermen realized many years ago that they have increased the spendage on fishing gears because they need more gear to get the same amount of fish, and most of the times, smaller fish. And even though it's not, not the same amount of fish. So they realized that. And so I think the community was there, but to put it bluntly, I think the three parties that need to be at stake and engaged, it's science, science-based process, stakeholder engagement, and then a political decision. Mm-hmm. But it's interesting if the politicians were almost getting in their own way then, rather than, because if the science community was on board, the fisheries were on board, and so it was... Yes. I think it's like your minister, Jan Paul, said yesterday. He said that he wanted to be judged at the end of the mandate, right? Yeah. And even your president said, there's the electoral pressure, and the mandates are, 4 years, and which is not a lot for this kind of decision to have a response. And so, so that makes it harder to make investments in things that you don't get an immediate return. And so for a politician, I'm a politician, I would, it's not easy to decide on something because then I'll be kicked out. And I don't want to be kicked out if I'm starting a process and, but so I think it takes courage from your minister and the president saying that it is a decision, please let it
every turn. Because and then we'll evaluate later. But as politicians among themselves, obviously we like to fight and we want to get them down in the next term. So, you know, and even if we take down the government and there's a sooner election, even better, because then I'll do, you know, 2 years past and then the results will come in my mandate. So I think that's what happens. Let's hope that the ocean doesn't become a victim of that sort of behavior. But how are you, because we want to talk a little bit about how you're monitoring things. I mean, how are you monitoring this huge area that you're protecting now so that it's not abused? Okay, so that is the main challenge. It is a big challenge, and so obviously we need to, which it's also an opportunity. So what we created, it gave us the opportunity to restructure the sector also, because it was, you know, the fleet was a bit old also, and not as profitable, and so that gave us the opportunity to that, and also keep people at sea, and also there's a thriving industry on the robotics and artificial intelligence, because now we use, you know, images, and obviously there's, you know, you don't have a person there like counting every coral, but so that gives opportunity in thriving economies or industries such as the robotics, the unmanned planes or drones, obviously the underwater drones and hydrophones. So there's a lot of companies that actually came to the Azores now in order to help us to establish this network of monitoring. And so it's multi-factor, and actually it's multi-purpose. It suits the purpose of defense, because you're out there watching. It suits the purpose of biodiversity, because we can, you know, find cetacean, turtles, you know, seabirds, and also it suits the purpose of enforcement for the fisheries. Because I think the worst that can happen is when the fisherman feels that the law, he's abiding to the law, and you know, his neighbor isn't, and nothing happens to him. So that's the important. So it suits the three purposes. Yeah, and actually that, Samantha, coming back to you, that is what happens a little bit in the international system. The enforcement mechanism can be quite weak. I mean, it's most of the sort of international system is based on states prosecuting other states, and so therefore it becomes hard to, well, to monitor or hold sort of states to account when things go wrong. I mean, where in the international legal system does the ocean have its best allies when it comes to this kind of enforcement? Yeah, it's a great question, and one that all international lawyers dread. But I'm actually very grateful for the opportunity to answer it, because I think there is this prevailing view that international law is a bit of a toothless tiger. But that's not really true. So some people aren't aware of this, but we do actually have a judicial mechanism under the United Nations Convention of the Law of the Sea, and that is the International Tribunal for the Law of the Sea, called ITLOS. And that's based in Germany, in Hamburg. And ITLOS is essentially like an international court that actually has the jurisdiction to decide any dispute that comes before it about the application or interpretation of UNCLOS. And of course, under UNCLOS, the United Nations Convention of the Law of the Sea, there is the obligation on states, the binding legal obligation, to protect and preserve the marine environment. So in fact, if a state is not meeting this binding obligation, another state does have the rights to bring the state before this international judicial enforcement mechanism. Of course, it can be quite difficult in international law for these contentious cases to exist, but the court also has this advisory function. So states are able to request advisory opinions from the court, where the court can give its opinion on legal obligations of states in relation to certain ocean issues. And I mentioned this, this ITLOS, this international court, is focused solely on ocean issues or issues that relate to the United Convention of the Law of the Sea. And we've seen this advisory function used a lot in the climate change regime. In fact, in the last year and a half, we've had 3 different advisory opinions that really help guide states as to what their legal obligations are. And then I think the second step to that is that, as I mentioned, states have a legally binding obligation to protect and preserve the marine environment. And so a lot of the international commitments that are made in international frameworks are in fact legally binding. And so we are able,
individuals or communities are able to hold their own states accountable to these international legal binding obligations. In fact, under this obligation, under UNCLOS, states are obliged to implement national laws or policies to protect and preserve the marine environment. So even if there's a feeling that you can't hold states to account in the international stage, which in fact you can in some circumstances, individuals and communities can hold their states to account for their own international obligations. And I think lastly, it's really important to mention human rights. Again, a great example of this is the climate change regime, and we've seen a real upswing in climate litigation. In fact, one of the more recent cases were the senior citizens who took their Swiss government to court, and that was for contravening human rights for the failure to meet international climate obligations. And in this case, I think it's important to remember that human rights and marine protection and environmental rights are so inherently linked, because as all citizens, we have the right to a clean, healthy, and sustainable environment, something that's called the right to healthy environment in international law. And so if states are failing to meet the obligations to guarantee citizens their right to a healthy environment, there are actually mechanisms where communities, individuals, organizations can hold states accountable to these commitments. Snjólaug, væri áhugavert að heyra frá þér núna, sko, hversu viðkvæm staða Íslands eða ekki, út frá því hvernig þessi alþjóðalög hafa verið innleidd, ef við myndi reyna á það í alþjóðalögum. Ísland berskjaldað þegar kemur að lögsókn frá öðrum ríkjum varðandi hafeld? Sko, já, ég varð svo spennt að heyra allt sem þú voru að segja, svo margir skemmtilegir punktar í þessu, af því að, sko, pínlítið breiðara svar kannski, að það bara alveg ótrúlegt hvað rétturinn hefur verið að þróast alþjóðlega á síðustu árum, mannréttindum og hafrétti og síðan álit alþjóðadómstólsins í Haag líka, þar sem verið að sko bara fylla inn í eyður og svolítið eins og sko dómsvaldið sé að grípa inn í þar sem að löggjafinn bregst eða framkvæmdavaldið ekki nóg gert, að þá bara verið að lesa inn viðtækar skyldur inn í alls konar samninga, og þá þegar við erum aðilar að þessum samningum, þá verðum við að innleiða það heima, annars erum við að brjóta þjóðréttarlegar skyldur og ábyrgð ríkja hygnar, og það eru þessir sko yfirleitt þá eru ríki mjög treg til þess að samþykkja lögsögu dómstóla, þannig að það sérstaklega svona í umhverfismálum þá oft alls konar skyldur en ekki hægt að gera í þeim. En hafréttarsamningurinn svo mikilvæg undantekning á þessu, þannig að það hægt að ramma inn deilur, til dæmis loftslagsdeilur, ef við bara segjum að þetta sé sko mengun í hafið sem hefur neikvæð áhrif á hafrýmið, eins og þetta orðað í samningnum, að þá orðið hafréttardeila og hægt að fara með það fyrir hafréttardóminn eða alþjóðadómstólinn í Haag eða gerðardóminn í Haag, og þá bara verðum við að taka því ef okkur stefnt. Við erum aðilar samningnum, bara, erum við dregin fyrir dóm. Kunming-markmiðin og samningurinn líffræðilega hægt, loftslagssamningarnir, þar þetta ekki hægt, en þetta hægt í hafréttarsamningnum og BBNJ-samningurinn, hann líka með sama ákvæði, þannig að það þá skylda til að leysa það þannig, og mannréttindadómstóll Evrópu, og nú var fyrsta loftslagsmálið að falla þar, þannig að það búið að staðfesta, og viðbæturnar eru eiginlega að til dæmis mannréttindasamningurinn sem talar ekki neitt umhverfið og náttúru, nú búið að staðfesta að það getur verið loftslagsmál, ef ríki gerir ekki nóg í loftslagsmálum, að þá sé það að brjóta einhver önnur mannréttindi, vegna þess að það í raun og verið að líta þannig á þessi réttur til heilnæms umhverfis sé forsenda fyrir því að við fáum notið annarra mannréttinda. Þannig að það búið að vera að tengja þetta við í þessum eina dómi sem fallinn, þá það réttur til friðhelgi heimilis, einkalífs og fjölskyldu, og líka verið að tengja þetta við rétt til lífs, jafnvel sko rétt til bara bann við vanvirðandi meðferð. Þannig að það sko, já, á þessum grundvelli væri þá hægt að bæði einstaklingar höfða mál ef að Íslenska ríkið ekki að gera nóg og önnur ríki gegn okkur á þjóðaréttarlevelinu. Og ég meina við sjáum það bara með hvað við erum langt frá markmiðum í loftslagsmálum og hvað við erum langt frá þessum viðmiðum með verndarsvæði í hafi, að við erum ekki að uppfylla allar skyldurnar, þannig að þá sko leikur á borði í raun og veru. Og mér langar líka að nefna að það alveg komin eitthvað 3000 til dæmis loftslagsmál í heiminum sem eru höfðuð innan landsréttarkerfa
ekkert einast á Íslandi ennþá, þannig að það er bara kapphlaupin í héraðsdóm. Og þessi mannréttindadómur, þetta er allt svo glæný skeið, sko. Þessi álit og dómar að falla bara 2024 og 2025, þannig að þetta er bara núna að skýrast. Og með mannréttindadóminn að þá líka var það bara ljóst að mannréttindasamtök geta höfðað mál út af loftslagsmálum, en á Íslandi hefur þetta ekki verið viðurkennt, þannig að þá erum við að innleiða líklega vitlaust, sko, og þurfum að gefa allavega mannréttindasamtökum sem að láta sig umhverfið varða aðild að réttinum á Íslandi. Þannig við segjum skýrt, þannig að á Íslandi núna, miðað við önnur lönd sem hafa innleitt þetta, að þá hafa einstaklingar og góðgerðarsamtök ekki aðgengi að dómstólum þegar kemur að umhverfismál. Það hefur bara þetta skilyrði lögvarða, sérstaklega lögvarða hagsmuni hefur verið skilið þröngt og umhverfismálum beint í farveg úrskurðarnefndar í umhverfis- og auðlindamálum. En samkvæmt þessum dómi og ef við bara rétt innleiðingu á Árósasamningnum og þá mannréttindasamningnum myndi líklega þýða, það bara láta reyna á þetta, að mannréttindasamtök allavega samkvæmt þessum mannréttindadómi ættu að geta stemt ríkinu fyrir dómstólum á Íslandi. Bara líka. Já, Björn, það virðist eins og það verður alltaf meira og meira að gera hjá ykkur. Þetta er ekki bara umhverfismálin og heldur líka, þú veist, þá kannski, ég meina það er ýmislegt sem þarf að gera í lagaumhverfinu, en ég meina líka þá að hugsa mannréttindumhverfi líka þegar kemur umhverfismálum og hafvernd. Er þetta hluti af ykkar vinnu? Það er alltaf verið að trufla mann í vinnu, sko. En nei, sjálfsög, jú, að einhverju leyti er það auðvitað og við, sko, við getum talað Árósasamning og alls konar hluti, sko, sem að eiga að tryggja, þú veist, þátttöku bæði félagasamtaka og aðkoma svona ákvörðunum og eins vegar, sko, það sem ég nefndi kannski ekki áðan er að Ísland hefur ekki mótað sér stefnu hafið í 20 ár og við höfum svona talið að það sé alveg tímabært að gera það. Hver á að leiða svoleiðis vinnu, það er kannski ekki aðalatriðið en ég held sé mjög mikilvægt að í ljósi allra þeirra breytinga sem að meðal Snjólaug talum og að alþjóða vettvangi, þá sé það orðið mjög mikilvægt. Og til þess að aðeins að draga fram sko hvar stöndum við eiginlega gagnvart öllum þessum breytingum sem hafa orðið og auðvitað líka gagnvart öllum þeim umhverfisbreytingum sem eru í gangi og eru ekkit ólíklega til að verða. Þannig að það er vinna sem við myndum gjarnan vilja setja í gang og ég veit alveg að okkar ráðherra hefur áhuga á því en ríkisstjórnin verður að ræða hver á að ráða þar. Svo er annað í þessu og sem er svona eitt lýðræðislegt ferli sem að getur hjálpað okkur áfram og það er hafskipulag og þar stöndum við ekkert sérstaklega vel heldur. Við höfum aðeins verið að fóta okkur í strandsvæðaskipulagi fyrir þá mjög afmörkuð á Austfjörðum og Vestfjörðum. Hins vegar allt hitt, þar sé að allt þar fyrir utan er í rauninni ekki skipulagt sérstaklega og ég held að sé orðin full þörf á því að við förum þá vegferð og hvort sem það er þá afurð stefnumótunarvinnu eða hvað en allavega til þess að gera okkur betur grein fyrir hvernig nýtum við þennan allt þetta rými sem er þarna úti og verndum það sko. Og þar þurfa þú veist helstu hagsmunaaðilar að koma að og almenningur og félagasamtök geta komið að svoleiðis ferli. Við erum þó þannig að skipulagsmál eru eitt af svona þessum stjórntækjum þar sem þú tryggir að allir geti haft aðkomu og rödd. Já. En eina áskorunum sem að Rúi talaði var ef þessi svæði koma að verða til fyrir 2030. Hvernig eigi að viðhalda þeim, hvernig eigi að fjármagna þau og annars slíkt. Hvernig, eru einhverjar hugmyndir komnar á borð með hvernig það gert hérna á Íslandi? Nei, jú, það er sko, við erum náttúrulega með kerfi eins og Hrefna benti á áðan að við erum með fiskveiðistjórnarkerfi og það byggir á, þú veist, rannsóknum Hafrannsóknastofnunar og
rauninni eftirliti bæði þá Fiskistofu og Landhelgisgæslunnar og hérna, þannig að við erum alveg með mekanisma. Þannig að sko, ég held við þurfum ekki að búa þá endilega til, en það þarf kannski að efla þá og hérna, ef við erum að stækka þessi svæði til þess að tryggja eftirlitið, en við erum ekkert á núllpunkti og það er kannski líka svona byggja upp ákveðina þekkingu bara hér heima fyrir á því hvernig við vinnum svona vinnu og einmitt að fylgja þið eftir. En eru verið að nota svona tækni eins og Rúi talar þú veist, þessar myndatökur neðarsjávar og gervihnetti og annað slíkt til þess að skoða hvað er að gerast við strendur Íslands? Nú ertu bara komin út fyrir mitt know-how hérna. Það er nefnilega það. Þannig að það er einhverjir hann úti sem að vita betur en ég. Ég þarf þá að finna þá á eftir. Okay. Rúi, Iceland is sort of starting this process a little bit behind where you were. What do you think, I mean, if you were going to do it all over again, what would be the lessons that you would give Iceland right now to avoid some of the mistakes or challenges that you had? Well, we did a lot of mistakes that I can tell you. There was communication mistakes. For instance, I think it was at first, the communication was more, because it's biodiversity, we're protecting the environment and all that, which is a kind of vague conversation because it's very general. But then when you actually go down and you show the people what are the environmental values that you're protecting, and the fact that they are they are defense mechanisms for certain species to reproduce, and that's how they can thrive. It's also it turns the environment much more. The coastal environment's much more resilient to climate change. So there's a lot of issues that come with the protection, or gains that come with the protection. But we kind of almost forgot about the fisheries. But the truth is that the beginning of it was actually because of the fisheries, because the fishermen were reporting saying that, well, there's less fish. And they were all saying, we have to do something. And obviously, when you say that you're going to lose the opportunity of fishing on a certain given space, because now we're going to close it and it will spill over later, obviously at first they're like, well, but so what about tomorrow? Because we were talking about 5 years or something like that. And so those were some communicational issues that we had at first. And so they felt a bit that we were like fundamentalists of the environment, which wasn't. And so we needed to clarify the message and the purpose and the information that we had from the fisheries and systematize it and analyze it and provide data. So that was one of the mistakes. The other mistake was actually the bill itself. So we actually, when we wrote the bill, we put inside the bill the polygons, the areas, which is a bit, well, I was a member of parliament previously, and I know how unaware of, like, to me, to decide if that area, 35 degrees north plus X minutes, it's the correct area, and I could change it. Just because I woke up in a bad mood and I said, I don't like 35, I'll put 36 and that was a huge mistake, that putting that inside. Obviously, it wasn't part of the discussion. The discussion was a bit more generalized, but that doesn't allow the government to take immediate action. So that's why it is a mistake. Because I think the bill has to state what makes a certain environment eligible to be no-take or to be highly protected, and then say what kind of activities can you license or not in a highly protected area or a fully protected? Is it like fully no-take, just no-take, so it's extractive activities? Or do some areas allow, for instance, the tourism industry for you to make dives, to go and watch corals, or, and even scientific work, because there's areas that you can just say, we're just going to leave it alone for, nothing. And you just monitor maybe the traffic, because obviously people can still, in most of the areas, pass through with the vessels. So I would say that it's very important to have the sectors, the old stakeholders on board, have your science crunched out and, together. And then you need, ballsy politicians, because at the end of the day, they need to take the decision.
But I would like to think that it's all in favor of the sector. Normally, the people tend, like I said before, like people tend to, to be afraid of something that doesn't give an immediate return. We're much more driven to immediate return. That's why we're addicted to phones, because you're always hyper because it sends you things and messages and beeps, so we're actually. If you let something sit alone to stay there, and then we'll see what happens within 5 years or something like that. It's not an easy do, and so I would say that science, get everyone on board, have them discuss, have them actually point out which areas should be protected because of the knowledge that they have of having fish there before there was abundance and now there isn't as much, and if they're important, and so have them on board, have them calling the shots also, and then the politicians will take decisions, and then just make a manageable diploma, something that allows for every government that comes into office once they have a better knowledge, because the science it's so good as what we learned yesterday, because tomorrow we don't know. And so if we learn better, and if a given area it's not producing the effect that we expected, the government should be allowed or should have a fast way of just changing the areas and redefining the polygons. And what about the budget? I mean, do you do annual budget now where the marine protected area is a specific budget line because it's a cost to the state? Yeah, budget is always a problem, obviously, because just imagine me fighting for, with the health minister saying that, what, you want to build an hospital? No, because there's fish that need, to be monitored. And so it's a very difficult decisions, you have to set priorities, and but what we do, and we became very professional in actually drafting projects and going after funds. So we go either Horizon funds or even philanthropists that want to be engaged. So we normally try to design monitoring protocols that allow either to set an example elsewhere for quantification of species or whatever, and also to monitor the ecological state of the sites, and that can also give us information or better paths, or also provide security, because geopolitically nowadays the sea, it's very important because you have critical infrastructures, like you have the fiber optic cables for communications, all of that, they all come through the Atlantic, and obviously you need to be there. And if you're there, most of the time, nothing's going to happen. So you can be collecting data. And when something happens, you're already there, and you can actually know and tell the story. So. Great. Varúðarreglan hefur verið minnst á nokkrum sinnum í dag. Snjóla, mér langar að spyrja þig hvernig lagalega hægt að beita henni og nota hana betur í við að búa til þessi hafverndarsvæði? Þetta alveg erfið spurning, sko. Gott. Já, takk hérlega. Sko, hún alltaf að verða meira, sko, að hafa einhvern veginn stöðugra svona vægi í allavega þjóðaréttinum. Ég aðalega sérfræðingur í því, þannig að get lítið talað innleiðinguna. En hún alveg bersýnilega megin prinsip sem á að nú hugsa ég bara ensku gæta implementationið á BBNJ-samningin. Þannig að hún á að vera leiðarvísir og hún hefur verið skilin á ólíkan hátt, sko. Þú veist, bara í grunninn að leyfa náttúruna að njóta vafans, og við eigum ekki að fresta aðgerðum vegna þess að sé vísindaleg óvissa. Þannig að það að við vitum ekki hvað á hafsbotninum á ekki að þýða að þú veist, við verndum það ekki, skilur. Og það alveg hægt að grípa til ráðstafana og vernda eitthvað þangað til annað kemur í ljós, þangað til kemur í ljós að það öruggt. Og Norður Íshafssamningurinn mjög gott dæmi þannig samning. Það sem sagt, það var 16 ára bara bann við veiðum í atvinnuskyni, sambarlegt og bara bann við hvalveiðum í atvinnuskyni. Það er bara þessi
lífræna auðlind látin njóta vafans á meðan það ekki, og þetta var það sem að varanlegu banni í hvalveiðisamningnum en í Norður-Íslandssamningnum þá bara byrjaði á 16 árum, bara við skulum ekki veiða fyrir en það liggur fyrir meiri vissa bara vistkerfin þarna og já, það svona, kannski farið svolítið langt í varúðarnálguninni og það alveg, hún getur alveg farið svo langt að það bara snúa sönnunarbyrðinni, þannig bara þangað til að það alveg ljóst að eitthvað sé í lagi og sjálfbært og að þá ég banna það. En mér líka bara varúðarreglan finnst mér líka áhugaverð í öllu þessu samhengi vegna þess að það líka alltaf hversu lítið síló eiginlega maður að skoða í hverju tilviki, þannig eins og ef að verða að tala um einhverja eina tiltekna aðgerð á hafinu sem gæti kannski verið til þess að sporna við loftslagsbreytingum, þá geti varúðarnálgun á hana þýtt að hún gæti valda einhverjum skaða á vegum að sleppa henni, en ef við erum að beita varúðarnálgun á loftslagsbreytingar og áhrif, eða bara hrun líffræðilegs fjölbreytileika, eða við erum að koma í veg fyrir eitthvað þannig, að þá getur þetta kannski verið réttlætanlegt og það þarf bara, og partur af varúðarnálgunin þá að balansera svona ólíka hagsmuni og bara rannsaka eins og hægt og hafa eins upplýstar ákvarðanir hægt en þegar við höfum ekki vissuna að þá að rannsóknir fari fram innan verndara, þess að það sé búið að vernda meðan rannsóknir fari fram frekar heldur en öfugt í rauninni. Já, frekar, já, það væri þá eins og inn á Rísasamningnum. Já. En þegar það eru svona, þegar það hætta en líka hætta því að gera þetta ekki, önnur hætta, til dæmis sem loftslagsaðgerðir, þá er hættan við það að gera ekki neitt, að þá þarf bara einhvern veginn að vega þetta allt saman og meta og rannsaka eins og kostur á nákvæmlega teknar. Nú Kata búin að senda mér smá merki, þannig að nú ég að vera að fara að hætta mig. Samantha, I want to put the last question to you. We've come such a long way when it comes to nature's rights and, where we are. And the ocean, obviously, may be newer than sort of what we traditionally used to call nature. Where do you see the sort of hope for us going forward with the conversations around 30 by 30 and the BBNJ coming into force, most likely in New York next week? Where are the sort of, in your work, where do you see the sort of green shoots and hopes for the ocean? Yeah, I think it's a great question. I think, we're at a place where it has been recognized now that this is a legally binding obligation that all states have to implement, protecting the marine environment. This isn't a voluntary option. So now what we're looking at is how do we actually do it? And I think instead of states seeing this sort of marine protection obligation as a burden, it really needs to be seen as an opportunity. I think the first panel we had today has made it clear, as did the clip from the film, that when we center protection, it is really beneficial for all of us. And it's not this thing of, if we protect, it means there's no human activities and there's no exploitation of the ocean. It's just about getting that balance right. So I think really trying to shift the narrative and seeing this mandate that states has as an opportunity to protect the oceans and derive benefit from that is sort of the first step. And I think second to that is cooperation. A lot of these international frameworks where we make these commitments either encourage or in fact oblige states to cooperate with one another. So taking that opportunity to not feel like each state is alone in this, but to really take the opportunity to create these networks of marine protected areas together to meet the global goals that states have committed to. And I think particularly in that respect, small island nations have a real, can really be the sort of champions of ocean protection. We often think of island nations in relation to their land mass, but really they should probably be called large ocean nations instead. And I know this is something that a lot of small island developing states in the Pacific have picked up, but I think it applies to all island nations. There's so much knowledge and there's so many tools that I think island states already have in relation to their management of resources, and now we just need to shift that to protection. Great, thank you very much. Ég langar að þakka ykkur öllu fyrir mjög áhugaverð samtal og eins og ég segi alltaf, það alltaf gaman að enda á svona jákvæða nótum
Þannig ég þakka ykkur öllum fyrir áhuguna og þakka ykkur kærlega fyrir framkomuna. Takk fyrir þetta. Thank you so much. That was very interesting. Nú komið einhver sem heitir þinghlé, mjög formlega orðað. Það bara hádegismatur. Þið eru ekki hingað komið til að vera fóðruð af umhverfisráðuneytinu og þið skulle sjá það að fóðra ykkur sjálf. En ég hvet öll sem hér eru inni til þess að koma aftur eftir hádegismatinn. Við byrjum aftur klukkan 1 á algjörlega punktinum. Það gott að vera komin aðeins á undan og þá byrja vinnustofurnar. Þetta eru 2 vinnustofur og eins og ég upplifið þennan fund þá tel ég að þar munu svolítið hlutirnir gerast. Nú erum við búin að heyra og læra og gera alls konar og nú þurfum við að fara að finna út hvernig þetta verður allt saman gert og það alveg ljóst að þetta upplegg sem kemur hérna eftir hádegið sem stjórnvöld ætla sér að nota í sinni vinnu. Þannig að það ákaflega mikilvægt að sem flest taki þátt því hér inni alveg ótrúleg þekking og breið og ég veit að það einhverjir sem eru að fylgjast með í streymi og þessar vinnustofur eru svona skráningaskildar nokkurn veginn en ég hugsa samt að það sé nú pláss ennþá hjá okkur og það var þannig í gær að voru einhver sæti laus þannig að ef fólk sér sér fært að koma og hefur á þessu vitt eða áhuga þá mæli ég eindregið með að það mæti. En akkurat núna þá bara pása sem sagt og hingað inn ætlum við öll að vera komin til þess að taka þátt í vinnustofu líffræðilega fjölbreytni klukkan 1300 byrjar hún. Takk fyrir og njótið í hlésins.